Okay. Herðu, þetta, við erum live núna og vonandi gengur þetta vel og hljóðið kemur og svona, en allavega þá ætlum við bara að byrja á þessu núna og skella okkur í að fara yfir HTML. HTML, veit ykkur fyrir hvað það stendur? Yes! Jöfus, snillíka maður. En hérna, það er einmitt hypertext, það er eitt hugtak og þetta er þetta hugtak ólínulegan texta sem er tengdur saman með annan texta og er hægt að nálgast strax, oftast á rafrænu formi. Þannig að eins og þið þekkið eftir ykkar mörgu ára að brása netið, að þið sjáu eitthvað, svo sjáu eitthvað áhugavert og þið smellið á það og þið fá smá eitthvað áhugavert þar og smellið og þetta er svona tré sem að verður til þarna. Þetta líkast allt saman. Þetta er hugtakið hypertext. Við erum ekki bara með einhvern statískan texta sem er bara línlegur, sem við lesum bara frá A til Ö, þá erum við búin, heldur bara, þið hoppið út fram og tilbaka. Og Ted Nelson, hann skilgreindi þetta 1963 og svo þegar maður var yngri þá var maður svona veldið þetta eigið ævintýribækur sem eru svona útfæra þetta á svona analog hátt. Þannig að þá eru línkar fram og tilbaka í bókinni. Mjög hvimleitt að nota, en samt sem aður, skemmtilegt. Svo er hérna, ég smelli svona undir svona ítarefni, eins og hérna er What is Hypertext hjá W3C. Fjörgömul síða, með þeim fyrsta á netinu, sem fer bara þetta. Já, þú sé hvernig vefurinn var einu sinni var vefurinn svona. En þetta er responsive. Svo er hérna History of Hypertext. En hypertext, markup language og markup language er eitthvað lýsing af einhverju skjali, við erum með eitthvað skjal og við erum lýsingin á því er svona setningafræðilega semantically aðgreind frá texta skjalsins. Þið gætu kannast við einhvern af þessum flokkum eins og til dæmis presentational markup language. Það sem að þú ert með einhvern svona Visivik-ritil, þannig að Visivik stendur fyrir what you see is what you get og það er markupið falið fyrir ykkur og þið ýtið bara einhver svona takka og þá verður allt bold og svo ef þið hafið einhvern tímann með snota word og svo ýtið á enter þá er allt skjalið verður boldað og svo nei og svo bakkið þið og þá eyðið þið öllu skjalið og svo er allt í norðar. Þannig að það er svona mjög erfitt af því að þú veist skiparinnar sem eru að formata skjalið eru faldar fyrir ykkur. Þannig að það er svona giska og svona, oft er þetta svona mismatch og endar í svona einhverju reiðikasti. Svo erum við með svona procedural og þetta er með svo LaTeX og PostScript sem að er í raun segja í textanum, já, þetta orð hérna, það á að vera feitletrað. Þetta hér, þetta er fyrirsögn. Og þar erum við að segja hvernig í raun á að hvað að gera. Næsta hérna lína frá með þessu, fram að þessu hér, þetta á alltaf að vera boldað. Og svo fáum við svona descriptive, þar sem að markupið gefur einhverja merkingu sem er óháð birtingunni. Og það er eins og HTML. Þannig að HTML, þá setjum við svona merki sem við sjá eftir utanum texta og önnur merki og það gefur okkur einhverja merkingu sem við síðan birtist einhvern veginn sem við síðan höfum áhrif á með CSS. Þannig að í grunninn er HTML, Hypertext Markup Language. Smá út úr hérna áður. Tökum hann bara fyrst. Fyrir HTML var SGML sem er Standard Generalized Markup Language. Og þetta er ISO-staðall sem er svona meta markup language. Skilgrein svona almennt markup-mál fyrir skjöl. Þannig að það var svona, heyrðu, það verður búið til fullt af markup-málum, búum til markup-mál fyrir öll markup-málin. Þannig að þegar þú þarft að búið til markup-mál, þá gerur það þetta í markup-máli. Þá verður allt betra. Og það eru þessar tvær hugmyndir,
þannig bak við að markupið ætti að vera lýsandi og það ætti að vera strangt, málfræðin ætti að vera ströng svo að það ætti að vinna úr því auðveldlega. Og þetta er satt grunnur að HTML, Hypertext Markup Language, sem kom fyrst fram á sjónarsviði 1993 en var þá búið að vera í vinnslu hjá Tim Berners-Lee í einhver tíma. En þetta sem sagt byggði í fyrstu á SGML. Þannig að það var búið til svona lýsing á HTML í SGML og það var Markup Language. Síðan fengum við aðrar útgáfur, XHTML og HTML5. En já, svo er hérna W3C sem er svona reglulega samtök sem sjáum að staðla fullt af hlutum á netinu, þar með talið HTML og CSS og þarna er þeirra svona einhver síða hjá þeim þetta, HTML. En svo eru fleiri típur af svona markup language, XML, einu sinni var það mjög heitt, nú í dag er það talið bara svolítið svona gamaldags. En það er extensible markup language, það er líka staðlað W3C eins og HTML og það var svona að þetta vera lesilegt bæði af manneskjum og vélum, þannig að manneskjur geta bæði búið til þessi skjöl, vélar geta búið til þessi skjöl og geta lesið svona milli. Þetta er svona útópísk hugsun að þetta sé, og virkar ágætlega samt sem aður. Þetta er svona, þetta átti að vera einfalt og þetta að vera almennt. Þetta er svona þess að skiptast á gögnum. Og fáum við eitthvað svona. Við fáum, við setjum svona markup, svona element þarna sem við skoðum eftir. Það var eitthvað page og page inniheldur eitthvað section og section inniheldur eitthvað heading og heading inniheldur textan foo, svo eitthvað content og það er eitthvað bar. Og svo erum við þarna efst er svona XML declaration sem segir til mér þetta er XML, útgáfa 1.0 og encoding er UTF-8. Við munum skoða þess betur eftir. Þetta er bara til að skiptast á gögnum, þannig að þau geta hafa lekið einhverju af XML-skjölum, en ef leiðum að fara að vinna eitthvað á vefnum, eitthvað sem er ekki alveg gert seinustu 3 ár, þá munum við díla við XML. Ef þau fara að vinna í .NET, þá munum við díla við XML. En í dag er hlutur sem heitir JSON, sem leysir sama verkefni en er svona meira, já, það er ennþá léttara en þetta í að búa til. Þetta verður svolítið verbose til þess að búa bara til foo og bar, það þurfa að skrifa ógeðslega mikið. Svo getið ímyndað ykkur ef við fyrir að gera eitthvað meira, það verður hlutfallið á milli markupsins og actual contentsins getur verið svolítið svona mikið, eða þú veist, í favor af markupinu, sem er oft ekkert voðalega skemmtilegt. Þannig að þetta er svona leið til að skiptast á upplýsingum. Þetta er bara eitthvað, ég merki gögnum í svona, svo tekur eitthvað tæki við því og það segir, hei, þú segir þetta og ég birti það svona fyrir þig. Svo höfum við XHTML sem er þá tekið HTML og XML og búið til Extensible Hypertext Markup Language sem er þá tilraun til að láta HTML vera betur skilgreint og þá með því að extenda framlengja XML en ekki SGML. Þannig að þá voru teknar þessar reglur fyrir XML og sagt, hei, þetta er rosalega sniðugt, af því að XML er rosalega strikt og til alveg fullt af svona parserum sem taka bara XML skjöl og bara kæra þau í gegn og svo getur þið bara unnið með það í ykkar forritum. Bara sagt hérna, heyrðu, gefðu mér page, þriðja pageið, fyrsta sectionið, headingið og því. Ég ætla að birta það alls þar hér. Þannig að það er mjög auðvelt að vinna með það, af því að þetta er svona mjög strikt. Það verður að vera með það, ef við gerum ein mistök þá er skjalið bara ónýtt og getur enginn lesað og bara þú veist, þú gerir það ekki, það bara má ekki. Þannig að það var svona velformað XML sem að HTML átti að verða. Svo það var hægt að fá svona samlegar áhrif með XML. XML var einu sinni ógeðslega hitt, allir notuðu það og þá var það þetta frábær hugmynd. Síðan, kannski förum nánar yfir það þess að förum yfir sögu vefsins, en þetta endaði sem ekki góð hugmynd, af því að, já, ég með sem dæmi það eftir, skoðum þá. Og svo fengum við þess að eftir XHTML, þá fengum við HTML5, sem var í svolítið langan tíma í vinnslu, en það byggir
ekki á SGML, það byggir ekki á XML, það bara sitt eigið, en það svona backwards compatible, samhæft fyrri útgáfum. Þannig að ef þið eru með eitthvað HTML sem var skrifað 1993, þá getið þið birt það í dag og það mun birtast cirka alveg eins og það birtist 1993. Það er fullt af rosalega kláru fólki, búið að vera að vinna í rosalega mörg ár að passa upp á það að vefurinn sé alltaf backwards compatible. Og HTML5, þannig var þetta auka svona interoperability, að það væri, ef þú ert með einhverja vafra eða einhverja sem að neita vefsins, að það sé auðvelt fyrir þá að skiptast á. Ég skrifa þetta bara einu sinni og þetta virkar í Internet Explorer, Edge, Firefox og í Chrome, í lesvöfrum, í links, bara í alls konar, í öllum þessum vöfrum og öllum þessum tækjum sem þetta nota til þess að nýta vefinn. Og líka til þess að auka svo bara aðgengi að vefnum og gera bara læra af því sem hafði gerst. En þetta var mjög bröðsótt saga, tók langan tíma og það er ekki nema 9 mánuðir síðan að þessi útgáfa var í raun finalizuð og bara W3C sagði nú þetta tilbúið. Þannig að sem segir ýmislegt þessa sögu. Rosalega skemmtilegt. Mæli með henni. En þannig að þá erum við með, HTML5. Og svo bara svona fyrir completion, þá erum við líka með Vafri og þið veitum hvað Vafri er. Það er forritið sem notum sem við opnum, svo skráum við eitthvað URL og þetta URL vísar á einhverja heimasíðu sem að sækir yfir HTTP, við munum fara yfir þetta allt, frá einhverju verðþjóni, eitthvað efni og svo túlkar það yfirleitt eitthvað HTML, eitthvað CSS og eitthvað JavaScript. En það getur líka sótt PDF-skjöl, það getur líka sótt textaskjöl og birt það og svo tekur hann Vafrinn þetta og hann túlkar þetta, hann lesinn HTML-ið, hann lesinn CSS sem við erum búin að skilgreina og JavaScript-ið og hann teiknar einhverja síðu upp fyrir okkur, tara, við erum með eitthvað skemmtilegt eins og Facebook. Og svo veitum við annan link og þá endurtekur þetta sig allt aftur. Síðan höfum við í raun neitt af sterkasta við vefinn er það hversu opinn hún er. Og alveg frá byrjun þá höfum við í raun getað opnað hvaða vefsíðu sem er með eiginlega, ég held bara frá með fyrsta vafranum og gert bara hérna, nú ætlum ég bara að gera View Page Source. Þetta er bara þessi síða sem við erum að skoða. Þannig að það er ekkert falið fyrir okkur. Ég geti skoðað nákvæmlega hvernig eitthvað var gert. Þannig að þegar einhver byrjaði að fikta í vefnum, bjóðan til, bara, halló heimur, hér er vefurinn minn, hann er frábært, hér er linkur. Svo kom einhver annar, vá, þetta er cool, hvernig tókst það að gera svona link sem var svona, þarna. Það bara, hey, view source, og svo bara sá það nákvæmlega. Þannig að fólk gat fikta sig áfram og lært og bætt og búið til nýjar tæknir og það var aldrei, þetta er rosalega opin leið, vefurinn er opinn, hann hefur alltaf verið opinn og það hefur alltaf verið stefna hans. Og þetta er, þannig að ennþá í dag getum við opnað og við getum séð nákvæmlega hvernig einhverju hlutir eru útfærðir. Sumir hafa auðvitað reynt að búa til einhver svona leið til þess að fela það, obfuscata það, hvernig þetta virkar og eitthvað svona. En í grunninn þá þarf vafrinn okkar alltaf að geta sótt dótið, passa það, unnið úr því og birta, þannig að við verðum alltaf að vera með það. Þetta er svona eins og með DRM, getur ekki bæði horft á bíómynd og ekki geta afritað hana þegar þú þarft lykilinn alltaf. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt og view source, það einhverju vafrar verið að tala að taka þetta í burtu til þess að þetta var alltaf bara view source. En nú er þetta komið í Chrome, þetta view developer view source. Þannig að þetta er svona tæknilegt sko, en þetta er samt, þetta er þarna. Þetta er, ég mæli með því að skoða, ef þið hefði ekki verið að byrta, þá er þetta rosalega skemmtilegt og gefur manni rosalega góða innsýn í það hvernig þetta allt saman virkar. En svo er, nú ekki fara lengur í þessu, en við munum svo að skoða, svo er búið að expandera ofan á þessa hugmynd og nota þessi tól sem eru til hana. Nei, svona. Ok, einhverjar spurningar? Þið bara grípið fram í eða eitthvað? All right. Aftur að þessu gamla góða, DTD og doctype. DTD eða Document Type Definition, þetta er það sem að SGML nota til að skilgreina markup. Þetta er svona einhver skilgreiningarmál sem að, ef við erum búin að taka
forritunarmál, þá þetta svona, þetta setja fram á svona eins og Bacchus-Naur form, svona og fínt, þetta svona og hér má koma þetta og svona. Og svo erum við doctype, eða document type declaration, sem segir þá, heyrðu, já, ég að skrifa þennan vef og hann að fylgja þessu hérna DTD sem svona og gerir þetta eða hitt. Þetta til dæmis eins og fyrir HTML 4.01 strikt útgáfu, þá þetta doctypeið. Og svo bara í ganni ef við prófum að skoða hvað þetta Sem sagt, það voru til, þetta ætla að taka einhvern góðan tíma hérna, það voru til transitional útgáfa sem voru transitional úr einhverju fyrri útgáfu, svo vorum við strict, svo vorum við með normal, svo vorum við með frameset. Strict segir að það búið að taka út öll presentational attributes and elements. Þannig að þetta var svona leið til að fara frá því að fólk myndi skrifa skilgreiningu á leturgerðinu sinni í HTML-inu. En það var einu svona gert, við munum sjá dæmið það. En hérna í raun svona DTD og þetta í raun bara, hér byrjar þetta bara að skilgreina í raun hvernig, þetta skilgreina bara málið, markup málið fyrir HTML 4.01 strikt. En þetta ekki skemmtilegt og þetta eitthvað sem við bara svona, svo ef þið skoðið view source á ýmsum vefjum, þá þeir ennþá að skilgreina svona, segja nákvæmlega hvað þeir eru. Eða ef þeir eru að nota XHTML, að þá eru þið með XHTML doctype. Og þetta þá fyrsta línan í öllum HTML skjölum, þess að segja til hvernig skjalið gert. En eins og ég sagði áðan, þetta svona arfleið frá eldri tíma, þar sem að vafrarnir þurftu að vita bara hvað ætlar að gera þetta. Ég var að vita hvað það að gera. Þannig að þá var á tímabili voru við með HTML 3 og svo hefur við verið að transitiona yfir í HTML 4 og þá voru vafrar sem að bara ef þú hefði sagt bara, heyrðu, nú ætlum ég að láta allar vefsíður birtast þess að það séu HTML 4, þá brotnaði bara allar aðrar vefsíður sem voru ekki gerðar fyrir það. Þannig að þá voru skilgreint svona elegant hack sem að heitir doctype switching og þá ef að þú varst með doctype, þá settir við vefinn í standards compliant mode, sem þýddi að hann fylgdi þá stöndordunum sem hann skilgreindi. Ef ekki, þá fór hann í quirks mode, sem var þá að hann tók tillit til alla quirkana sem voru í vöfrunum áður. Þannig að ennþá í dag, ef þið sleppið í einhverjum vöfrum, doctype, þá mun vafrinn fara yfir í svona quirks mode og auðvitað mun birtast mjög skringilega. Þannig að þess vegna þurfum við að skilgreina þetta. Þannig að þegar þetta var notað og það var bent á eitthvað rétt staðlað DTD, þá var standards compliant mode notað. Og þetta gerði það verkum að það var hægt að færa vefinn úr einhverju svona fastur í einhverju svona fyrstu útgáfum af öllu og það var þetta svona elegantly færa hann yfir í næstu útgáfu. Og svo erum við með núna í dag, við munum sjá sem CSS og svona og HTML, hvernig við verðum að gera þetta, þannig að þetta svona þróunin á sér stað og þess að eitthvað hlutinni sé að brotna. Hérna fix your site with the right doctype, mjög fræg grein sem var á A List Apart, skrifað honum Seldman, sem guð í vefheiminum, mæli með tjekki á honum, hann skemmtilegu kall. Og þarna var hann svona agitera fyrir þessu sjá, 2002. Það voru vandamál sem fólk var að díla við hana, að hlutinni liti ekki rétt út árið 2002 í vöfrunum sínum. Allavega fyrir HTML5, af því að það alveg backwards compatible, þá þurfum við að skilgreina doctype og það bara svona. Þannig að þetta munum við nota, þetta eina doctype sem við notum. Þannig að þetta það sem við setjum bara F-skjöl, skjöl okkar og nú vitið þið af hverju. Ok, þannig að núna vitum við doctype, það segir til hvernig við erum og við ætlum að vera með HTML5. Svo erum við með elements og elements eru einstakur hluti úr síðunni sem við erum með og það býr til tré með öðrum svona elementum. Þannig að við erum með eitthvað element, það inniheldur eitthvað element, það getur innihaldið eitthvað element eða eitthvað textanóðu og út frá þessu verður til eitthvað fengt tré sem síðan það sem parsað og heitir DOM-ið eða Document Object Model
Così.
einhver að tjekka á, getur einhver tjekka hvort þetta sé í lagi ef ég held áfram? Nei, býtu, þið viljið ekki horfa á mig, það er ekkert skemmtilegt. Svona. Ég sendi það í pósti á, ég setti tilkynningu í Uglu. Ef bara einhver getur. Er það bara dautt? Æj. Nei, býtu, ég er live. Nýjan link. Nýjan link. Wow, þetta er alltaf skrítið. Við skulum ekki fara. Þarna er, já. Ég horfi ekki á þetta því að það er svo skrítið að hlusta sjálf mig, þannig að ég treystu að þið látum mig vita ef eitthvað er skrítið. Herra, ok. En af hverju, fyrir þá sem að voru að koma inn, við erum að tala hérna XHTML, en af hverju er XHTML ekki bara í dag? Það sem að þetta þarf að vera vel formað XML, það þýðir það að ef að þú ert að gera eitthvað með, þú ert að gera eitthvað risastóran veg og þú ert fullt af fólki að vinna í honum, og svo gleymir einhver einn að loka einu p-elementi og þá bara deyr vefurinn, hann bara virkar ekki. Og það er svona draconian error handling, það er bara svona, það hafa margir svona sagt bara svona, þú bara gerir ekki mistök, hvað er að þér? En þú veist, fólk gerir mistök og hlutinir brotna og þá er rosalega gott að þeir séu ekki bara handónýtir þá við minnstu mistök. Svo erum við með skemmtilegan vafra sem heit ES6 sem var hérna á tímabili domineraði öllu og maður þurfti að beygja sig og bugta fyrir hans svona vilja og ef að þú gerir þetta að alveg XML-i, þú settir XML declarationuna efst, þá túlkaði ES6 sem að skjalið var í korksmót, þá virkaði ekkert vefurinn. Þannig að það var svona frábært. Og síðan voru allir hérna í ógeðslega duglegir að búa til XHTML og svo senduðu það bara sem HTML. Sögðu bara, hérna er HTML og var verið bara eitthvað frábært HTML og hafa búið að vera að eyða fullt af tíma að setja upp eitthvað kerfi til að passa upp á XML-i. En það var síðan bara að passa sem HTML. Bara vafurinn fór bara í HTML, já, þetta er HTML, og hann passaði nákvæmlega eins og það hefði bara sendt það sem HTML. Og sko segja ykkur það, þetta var skemmtilegu tími til þess að vera á netinu og hlusta á nörda vera að rífast. Þá höfum við hérna, hér er svona löglegt XHTML skjal og við getum séð hérna ef við stækkum þetta, nei það er reyndar ekki góð hugmynd að gera þetta hérna. Hér, svona, sést þetta ekki ágætlega? Er þetta þessi litasamsetning skrítin? Ok, þarna sjáum við, allt er góðu, hérna erum við með XML declaration, allt er góðu og nei, ég lokaði vafranum. Þetta er svona fyrsta dags vandræði, svona, sko, heyrðu. Nei, við vorum hérna rétt stað. Hlætt. Svona. Ok, og svo erum við með ólöglegt, þannig að þá kemur bara hérna. Það vill í þessu kallið minn. Ég ætla ekki að fara að birta þetta, þú gerir mistök. Þannig að þá sjáum við muninn þannig er sá að hér vantar bara að loka p-inu. Þannig að þá er bara game over. Ok? En þetta er rosalega snyrtilegt og fínt og þetta er, þú veist, við sem mikil snyrtimenni, við náttúrulega adherum hérna umgengni lýsir innri manni og þá náttúrulega bara kóði lýsir innri manni, þannig að ég býst við því að þið munu skoða þessar reglur og þið munu sjá hvað er mikil meiri fegurð í þeim að skila þetta svona, hafa þetta allt snyrtilegt og fínt og nýta þær, þó þið vitið samt alveg ástæðan að þið geti alveg sleppt þessu eða þið gera það ekki, af því þið eru svo mikið snyrtimenni. Þannig að við skrifum snyrtilegt HTML og við fylgjum yfirleitt þessum kröfum, fyrir utan það að nota self-closing, við sleppum því, það er ekki krafa og svo pössum við upp á inndráttinn. Við erum að white space er insignificant í HTML,
ólíkt til dæmis því sem hefur kynst í Python, þar sem að ef þið gerir eitt auka bil, þá fer allt í köku. En ef þið eru með mörg bil í HTML, þá þið bara kollapsað í eitt bil. Mörg newline kollapsast bara í eitt newline. Og við munum nýta þetta. Þannig að ég mun gera ráð fyrir því að þið munum skrifa snyrtilegan kóð. Það er miklu betra að fara yfir hann og það er bara miklu betra að skila frá þessu snyrtilegu verki. Ok, núna getum við tengt þetta saman hérna í minnsta HTML5 skjalið. Þannig að hérna erum við með doc-typeið okkar og við erum með element hérna sem heitir HTML. Við erum með element inn í því sem heitir head, sem skilgreinir hérna. Og svo erum við með element hérna sem heitir body, sem skilgreinir eitthvað inn í því. Ok, þannig að ég skauta aðeins yfir á hann, en hérna er ég bara að nota, ég er ennþá að nota Sublime Text 2, en Sublime Text 3 eða Sublime, mjög fínn textaritill. Ég mæli alveg með honum. Þetta er eina sem þið þurfið er textaritill. Þið getið alveg sótt ykkur eitthvað meira svona fancy tól, sem þessi WebStorm frá JetBrains, ef þið hafa verið að nota hérna, hvað heitir það? Java, IDEð frá þeim, eitthvað. Ekki Eclipse, það sem virkar, ekki Eclipse. JetBrains heitir fyrirtækið, IDEn heitir IntelliJ. Rosalega fínt tól, en kostar smá pening, ég veit ekki hvort það sem eitthvað stúdentadót. En þú minnst þessum, þið getur notað Notepad eða eitthvað, en það er ömurleg upplifun, þannig að þú nota eitthvað fínan textaritil með svona, sem er þetta að stilla til. Og þetta sækja fullt af pökkum og gera þetta svona persónulegt. Og í dæmatímanum, næstu dæmatímum í næstu viku, já, það eru engin dæmatímar þessu viku, ég glemdi að segja það, þá munið þið, byrjaði að fara, textaritlar og svona, og bara svona koma okkur á stað. En allavega hérna. Nei, það verður farið yfir þetta á skjá og þið getur bara tekið glósur. Það er ekkert verra að geta verið með verkefnin, en það er alltaf hægt að skoða og senda eitthvað. Já. Ef þið eru mjög hardcore, þá auðvitað notið þið Vue og svo notið þið Vim eða Emacs, ég veit ekki. Það er annarkvort, ég get ekki notað bæði, en jú, Nano, það eru alls konar textaritlar til. Ég hef reynt að nota Vim, en það er svo steep learning kurva á því, en það er rosalega skemmtilegt. En ég nota Sublime persónulega, bara í eiginlega allt sem ég geri. Ok, en hérna erum við minnsta HTML-skjalið. Og svo sjáum við, þetta er semantically sama, en þið sjáum bara hvað þetta er ógeðslega ósnyrtilegt, sko. Þetta er alveg skelfilegt. En þetta er það sama, þetta skilar því sama. Þið sjáum, indreið, rosa fínt, lítið svona, en hvað er í gangi hér? En ok, fyrsta þarna erum við með HTML og það er þetta rót á HTML síðu er alltaf skilgreind með HTML elementinu og þar á setjum við lang attribútið sem skilgreinir á hvaða máli síðan er og þetta er mikilvægt til þess að bara til að setja í hvaða lokal þú ert og ef þú ert til dæmis að nota lesvafra til þess að lesa vefinn þá veit hann í raun þessi er á íslensku, ég nota íslenskan talkerfið en ekki enskan eða sænskan eða kínverskan eða eitthvað, að það er rosalega mikill munur á talgerðum eftir þessu og síðan getum við skilgreint í raun aðra part af síðunni með öðru tungumáli með því að setja lang attribútið á. Þannig erum við svona enhansa p-elementa með að segja að þetta er þessu tungumáli. Svo erum við head og það er yfirleitt fyrsta elementi sem er undir HTML og það er svona metadata, svona lýsigögn fyrir síðuna. Í minnsta lagi skilgreinum við hvaða stafasettir síðan okkur er og við notum UTF-8 og titil síðunar með title elementinu og inn í það setjum við texta sem er þá titilinn á síðunni og er þá það sem að birtist hérna uppi. Þannig að við sjáum hérna, þetta er titilinn á þessari síðu. Stafasett, við skilgreinum í hvað stafasett er, í character encoding síðan er í, svo að vafurinn getur túlkað. Af því að eins og með document type definitionu hérna sem við vorum með áðan, við verðum að segja, það sem er að koma núna, það er í þessu stafasetti. Af því að, ég veit ekki hversu mikið hefur skoðað stafasett, en þau eru ótrúlega flókin að þau virðist vera, jafnvel í dag, ég geti bara séð hérna, ég var einmitt að leita einhverju dæmi fyrir þetta og það veit svo til að, já,
myndi eftir að gera eitthvað að viti hérna að hvað í gangi? Sjá. Svona. Akkur... Jú, en það var að vera annar gluggi hérna. Ég er tiltölulega nýbúin að skipta yfir í Makka og ég er ekki alveg búin að læra á alla tikturnar í þessu blessaða stýrikerfi. En þá sjáum við hérna að ég skrifaði, við erum aðeins að píra augun, ég skrifaði fyrirlestur 1, 24. ágúst með brottstöfum og einhver staðar í ferlinu þá klikkaði stafasettið eða transforma úr einhverju þannig að það kemur spurningamerki, spurningamerki, ST 2015. Það þýðir að það var einhver character encoding mál hérna á milli og það er 2015. En ég hef alveg gert það sjálfur og svona. Ég fyrirgefið. Þess að við þurfum að segja í hvað síðu, hérna, hvað stafasetti síðan okkur er og við notum UTF-8. Nefnum að hafa einhverja brjálæðislega góðar ástæður sem við þurfum að réttlæta, þá notum við UTF-8. Og það er hérna, stafasett sem getur kóðað alla stafi, svona code points sem við vorum með hann áðan, í Unicode. Og Unicode er svona staðla dót sem að skilgreinir bara fyrir öll hérna, heimsins hérna, tungumál, stafina og þú ert með emoji, þú ert með japönsku, hiranga og þú ert með íslenska broddstafi og þú ert með ensku. En það sem er með UTF-8 er að fyrir sér ASCII stafasettið sem er frá 0 og upp í 127 þá notar það bara 1 bæti en síðan fyrir hina stafina notar það 2 bæti. Þannig að texti sem er skrifaður í ASCII, hann er alveg eins í UTF-8 og í ASCII. Þannig að það var rosalega gott þegar þetta var að koma inn hérna. Þetta er rosalega, já. Svo eru potensiálir að opna fyrir eitthvað svona öryggishólur ef við erum að fara að nota ykkur, eins og UTF-7 sem er líka til, sem spara ykkur heilan bita. Þá getum við opnað á svona ýmsar öryggishólur og svona skemmtilegt. Ég nota ekki svona ASCII compatible stafasett. Svo er hérna grein sem ég mæli með, að því að stafasett eru, maður heldur að það sé, að 2015 það er ekkert mál að taka, íslensku og birtan einhvers staðar, en, ég minn eini, það er svo erfitt. Þannig að þið ætlið ekki að, ýta undir það og þið eru að verða software developers, þannig að þetta er það sem þið verðið, no excuses að vita hérna Unicode og character-set. En ok, body, skilgreinum við síðan, það skilgreinum við meginmálið í síðunni og þar notast við rétt markup sem skilgreinum sem merkingu og svo getum við fengið frá W3C eftir þjónustu sem er bara validator sem tekur síðun okkar, við erum búin að hamra út einhverja snilld og við erum ekki alveg viss hvort að við höfum gert einhver mistök eða ekki og þá getum við sett þetta í gegnum validatorinn hjá W3C og hann segir okkur, hei, þú glemdir að loka hérna, hei, og það eru svona ýmis svona bara mistök sem maður gerir oft á mörgum sinnum og sérstaklega þegar maður er að byrja og hann grípur þau og lætur mann vita og hérna hjálpar manni við það og svo getur það líka sagt okkur, hei, þú ert að nota, þetta element er deprecated, það er ekki lengur, kannski lásið eitthvað á W3C Schools, eitthvað, notaðu font, það er frábært þess að breyta letrunniðinu í Comic Sans bleikan. Og svo setur það inn, þá segir bara, nei, þú ert að blanda saman presentational, þú ert að segja hvernig hluturinn á að líta út. Þú notar CSS í það. Þannig að svona hjálpar þetta okkur. Ok, þannig að þá lítur hann svona út. Við getum bæði gefið honum einhverja slóð. Þannig að ég get bara sagt hérna, ertu sjálfur valid? Yes. Og hann er með þessi XHTML1 strikt. Þannig að, það er þannig, ef þið farið að vinna í webbransunum eða bara einhverjum hugbúnaðarbransa, þið haldið að þið fáið einhvern tíma til að fara tilbaka og laga eitthvað, eða breyta, gera eitthvað betur. Það er aldrei tími til þess. Öll hökkin sem við gerum, þau verða bara, þannig að eilífu. Þannig að það er ekki búið að setja peningi að uppfæra þessa þjónustu, en hún er samt góð. Þannig að þá getum við hérna tekið þetta dæmi sem við vorum með og við getum svo farið hérna tilbaka. Við getum líka uploada skjali eða bara verið með direct input
sem aðeins öðruvísi, að þeir þarna sleppu að fara í gegnum, þú veist, vefþjónninn og vefþjónninn eins og við munum læra seinna, hann getur sett upplýsingar í HTTP, þú veist, sagt með svona hausum, hey, það eitthvað svona í gangi, það eitthvað öðruvísi í gangi. En við getum gert þetta hérna og þá segir hann hérna, document checking completed, no errors or warnings to show. Og þá segir hann hérna, the content was text HTML, við getum skilgreint það í bakendanum að við erum ekki að senda text HTML, við erum að senda eitthvað annað. Þannig að hann að nota HTML parser. Og svo getum við prófað eitthvað hérna. Við getum prófað til minns, setja hérna bara eitthvað inn í. Þá segir hann, heyrðu, ég var inn í P, en ég sá ekki P, heyrðu. Og svo hérna P, paragraf, það má ekki vera undir UL, sem unordered list. Þannig að, þú veist, þarna eitthvað rugl í þessari grein í trénu, þannig að, þú veist, þá skoðar hann ekkert meira. Þannig að, þú veist, við getum verið með fullt af villum í einhverju undir tré hjá okkur, en það bara, við fyrstu villu þá bara beilar hann og veit ekki hvað gangi. Og svo, þú veist, sjáu, bara við það setja eitt inn, þá ég að fá okkur 4 villur. Þannig að bara eitthvað, heyrðu, ég strókaði villust út. Svona, allt orðið voða fínt. Og svo getum við líka hérna, við hoppum aðeins tilbaka og sjáum, nei, nú erum hérna uppi. Þetta. Þannig að þetta líka alveg valid. HTML 5 og þessi parserar sem búið að smíða bara einhver svona monster sem geta tekið bara hvað sem og þeir bara reyna eins og þeir geta að hjálpa ykkur við það að birta eitthvað sein á vefnum, eitthvað á skjánum. Þannig að að því að það búið að vera að skrifa HTML í 20 ár og það bara alls konar rusl úti. Og vafurinn alltaf að, hann svona kóar með öllu, bara þetta alltaf leik allir minn, ég er þessu. En hérna, þegar þeir að byrja og allavega, í bara öllu verkefnunum, þá hafið þið þetta tól og það tekur engan tíma, eða það tekur bara mjög lítinn tíma að keyra þetta þarna inn og sjá í raun hvort að við höfum gert einhver svona bara klaufamistök sem alveg eðlilegt. Þú veist, þetta bara eins og við erum með compiler, nema þú veist, þið verður ekki að keyra compilerin áður en þið getið fengið eitthvað. Þú veist, þið sjáu eitthvað, en það samt tæknilega vitlaust hjá ykkur. Þannig að það mun vera dregið niður fyrir svoleiðis, þú veist, svona í verkefnum. Já. Þannig að, og þá sjáu ég hérna, þeir eru líka búin að breyta, þeir eru farin að nota nýjan. Þetta annar, þeir eru grunnlega eitthvað að prófa sig áfram. En þetta HTML5 specific, validator. Sjáu að það var annar hérna fyrir, þegar ég gerði síðuna sjálfa, þá var hann inn í þessu hérna, en þessi new validator, hann var skrifað sérstaklega fyrir HTML5. Ok, einhverjar spurningar? Síðan það var einfalda dokktaksum sem við höfum Já. Ef að myndi svo koma í framtíðinni einhver nýjung á HTML6 eða eitthvað, myndi þá að breyta framtækningunni HTML5? Nei, þá það í raun þetta backwards compatibility þá gætu þér jafnvel bara smælt inn 6 og þá kemur vafurinn og segir, heyrðu, já, doctype HTML6, þá veit ég að ég á að kveikja á þessu hérna rendering-dóti eða þú veist fyrir HTML6. Já, þeir hafa sagt, þetta doctype til að enda doctype-in. Þetta á að vera eina doctype sem við nokkuð tímann eftir að þurfa, en við vitum ekki framtíðina, þannig að við dílum við það þegar við komum að því. Herriður, annars bara sjáumst við klukkan 3 á föstudaginn.